Í gamla bænum í Keflavík starfrækt lítið stúdíó sem heitir hinu óvanalega nafni Lubbi Peace. Þar eru góðar sögur meðal annars teknar upp en líka margt fleira skemmtilegt. Við erum stödd í skemmtilegu húsnæði í gömlu Keflavík. Eiginlega svona það sem að bílskúrsböndin voru að sprengja hljóðhimnur. En núna unnið með annað hljóð og ýmislegt fleira. Komið sæl og takk fyrir að bjóða mér í Lubba Peace. Vertu velkomin. Velkomin. Hvað Lubbi Peace? Hvað Lubbi Peace ekki? Nákvæmlega. Herðu, þetta svona rými sem að við opnuðum fyrir svona það bil ári síðan sem að bara gerir alls konar. Við bjóðum upp á upptökur, hlaðvarpsupptökur, mestmegnis núna undanfarið. Og hefur verið jóga og námskeið í skapandi skrifum og tarrotlestri og bara alls konar. Alls konar mannfögnuðir. Já. Og hitt og þetta fólk búið að koma en eins og þú segir þá var pabbi þinn og fleiri voru með gargandi hljómsveitir í gamla daga, eða ekkert svo mikið í gamla daga, fyrir einhverjum árum síðan. Já, jú. Svo ég myndi segja í gamla daga. Já, það sannlega í gamla daga. Sko ég ólst upp hérna og við kaupum af foreldrum mínum sko og pabbi sem sagt byggir þessa viðbyggingu við bílskúrinn og það átti að vera garðhús en varð aldrei garðhús, það varð æfingarhúsnæði og þannig að ég ólst upp hérna bara, mín unglingsár var ég bara hérna að spila þungarokk með félögum minn sko og svo var pabbi minn með sína hljómsveitir og þetta var svona miðstöð hérna sko, allavega í mínum vinarhring og svo bara félagar pabba sko. Þannig að það var mikið rokkað hérna og einhverjar, eins og þú sagðir, einhverjar hljóðhimnur sem hafa sprungið. Það var meðan mín. Og ég man einmitt eftir að við Víkurhundum komið við allavega tvisvar sinnum á ljósanótt þegar voru heimatónleikar, þá var verið að sprengja hljóðhimnur hérna. Já, við tókum þátt í upphafinu á þessu ævintýri, heimatónleikunum. Það var einmitt punkklósett sem var fyrsta skiptið á okkur og það var stillt í 11 sko. Já, heyrðist langt út, langt inn í bæ. Já, nokkrar hræður sem komast fyrir hérna. Já. Skemmtir sér mjög vel. Já. En Ingi, þú hefur verið að vinna mikið sem hljóðmaður og í hljómahöllinni og í útvarpsmennsku en ert nú í aðalvinnu hjá Reykjanesbæ í dag, eða ekki, við eitthvað allt annað? Já, ég starfa sem kerfisstjóri hjá Reykjanesbæ, en síðan með þetta hljóðmaður svona á kantinum sko, og svo ég af og til tvisvar í mánuði í útvarpinu með útvarpsþætti á laugardagskvöldum, næturvaktin. Á Rás 2? Á Rás 2, á mótinni Heiðu Eiríks sem einmitt frá Keflavík. Akkurat. Bítlabæjargenin víða maður. Anna, ert þú með einhver bítlabæjargen? Nei, ég frá Selfossi. Já, sveitastúlka. Já, aðeins verið þessi stemning hvað. Komst þú með róligheitin inn í þetta húsnæði? Já, ég held það nefnilega. Það ekki mikið spilað þungarokk núna. Meira svona verið að óma og... Namaste. Namaste, nei, alls ekki. Það bara alls konar. Og það bara ótrúlega gaman að geta tekið á móti hópum og bara haft á ekkert allt of stóra og svona maður gefur öðruvísi af sér og fær öðruvísi endurgjöf þegar það eru færri. Og svo líka erum við með fastakúnna í hlaðvarpi hjá okkur. Og þar á meðal Magga Pála og barnabarnið hennar Mói Pála og litla barnið Adeline Brynja. Hún langamma, Magga Pála. Og ég svona pródúsent fyrir þá þætti og barnapía og alls slags. Og það bara ótrúlega notalegt að geta verið í svona, bara í þessu rými mitt. Með lítið barn og bara í svona fjölskyldustemningu. Og svo auðvitað eru góðar sögur hérna hjá okkur líka. Upplagið var að þetta rými til að skapa. Já. Lubbi Peace, rými til að skapa. Já. Og það bara á allskyns sköpun sér stað hérna. En hvaðan kemur þetta Lubba-nafn og Peace? Já, það góð spurning. Stuttútgáfan. Já, bara stuttútgáfan, þá Lubbi Peace svona tilvitnun í John Lennon og Yoko Ono. Þegar þau voru nakin upp í rúmi að
Með friðsamleg mótmæli. Já, með friðsamleg mótmæli og á veggnum þar var plaggat sem að ástóð Hair Peace, eins og hár kolla, en Peace skrifaði eins og friður. Og á þessum tíma, þegar ég var hérna unglingur og á fullu í tónlistarskóla og svona, þá var ég með mikinn lubba á, þá kom þetta bara, Lubbi Peace. Og það hefur bara haldist bara og sem betur fyrir var Anna alveg til í það líka, sko. Við stofnum fyrirtæki sem heitir þá Lubbi Peace og sem er þá svona yfir þessu dæmi okkar. Já, þannig að Yoko Ono og Lennon, þetta er runnið undan rifjum þeirra, tvekja. Já, þú hefur verið að vinna svolítið í kringum bækur. Já, einmitt. Þú ert búin að vera með eitthvað slíkt hérna. Ég hef búin að vera að lesa inn einhverja bækur hérna. Já, hérna eru teknar upp hljóðbækur, taka upp nokkrar og ég er með bókmenntahlaðvarp sem heitir Skúfuskáld, þar sem ég tala við rithöfunda það að skrifa og svo hefur ég verið með bókaumfjöllun með vinkonu minni sem bókmenntafræðingur og svo hefur hérna Vigdís Grímsdóttir, vinkonu okkar, komið og verið með námskeið hérna í skapandi skrifum og við stefnum á fleiri svoleiðis með hérna bara flottum rithöfundum sem að miðla af sér. Þegar búið að bólast við alla. Já. Þannig að það hefur oft verið talað um að Geimsteins stúdíó Rúnars Júlíussonar heitins, það hefur nú verið mikil sköpun þar. Náttúrulega nær eingöngu held ég í tónlist, en það er svona, við erum að tala um eitthvað annað stúdíó hérna, ekkert mjög langt frá, en í annarri sköpun bara kannski. Já, algjörlega. Já, bara aðrið sér kannski áherslur og svona, en við náttúrulega hefur líka verið tónlist hérna og tónlistafólk sem hefur hérna komið og tekið upp. Og við tökum móti fólki sem að getur komið og leigt bara og verið heila helgi og jafnvel leigt sko aðstöðu til að gista hjá okkur líka því að við erum með litla íbúð í húsinu okkar. Þannig að þetta er svona alls konar. Við höfum fengið að fylgjast með byggingasögum Inga. Það veist það hvað? Já, hvernig ég orða þetta. Það er búið að vera mjög skemmtilegt að sjá þitt handverk. Margvíslegt. Já, gaman að heyra, takk fyrir það. Það er alveg svona... Þið búið hérna í gömlu húsi? Við búum í gömlu húsi og erum búin að vera að gera það upp og tókum þetta allt í gegn, lækkuðum gólfið til að mynda 30-40 cm og ég allan tíman með síman á lofti sko. Og það er alveg þó nokkuð margir sem eru búin að fylgjast með mér og eru bara spenntir sko. Og ég fæ mjög mikil viðbrögð, ég er ekki með 1000 fylgjenda sko, en það er alltaf tryggir fylgjendur sko. Og þú ert búin að vera að fylgjast með, gaman að heyra. Hvernig er heima í gamla bænum í Keflavík? Hér er mikið af gamlum húsum í kring og þið eru í sérstökum anda hérna, getur við sagt. Já, mér finnst þetta yndislegt sko. Þetta er ótrúlega fallegur hluti bæjarins og svona bara, já, skemmtilegt umhverfi. Og svo náttúrulega skemmir ekki að við erum með tengdaforeldra mína sem búa hérna bara rétt hjá og það er ótrúlega notalegt að hafa fjölskylduna svona þétt saman. Foreldrarnir þið fluttu ekkert mjög langt? Fluttu bara yfir götuna bara. Já. 20 skref. Já, fóru bara skamóði, minnkuðu bara við sig. Það er bara þannig sko. Og það er yndislegt fólk í þessu hverfi. Það er alveg, þetta er bara, og í þessum bæ, það er bara málið sko. En það eiga semst eftir að óma ýmsir tónar og lestur og jafnvel jógastundir hérna í framtíðinni? Heldur betur með þess. Við vorum alltaf bara að byrja þegar COVID skall á sko. Þá vorum við að byrja sko. Og hann náði að hafa nokkra jógatíma og svona og svo fer þetta bara alltaf fullt aftur. Já, algjörlega. Skemmtilegt bara? Já, algjörlega. Spennandi. Gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir það. Takk fyrir það. Takk.